Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Þá komið að leikhúsinu. Ég var sendur í Þjóðleikhúsið þetta heiti Kassin, að horfa á Órissteigju fyrir nokkur síðan. Það einhverja vikur síðan ég fór. Og hingaði komin, svona góður hópur af góður hluti af leikhópnum. Atli Rafn Sigurðsson, Ebba Katrín Finnsdóttir og Ásthildur Úa Sigurðardóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Þið eru að fara að sýna í kvöld. Já. Og á morgun og hinn. Já. Ég spyr að því þetta svolítið svona, þetta svolítið stykki svona. Já. Já. Þetta stykki. Já, við mætum bara í vinnuna, þú veist. Já, við gerum það bara. Já, þið horfa fram á erfiðan dag í vinnunni, eða ekki? Nei, verður þá ekki allt bara miklu erfiðara? Ef maður einhvern veginn... mikið að gera. Þú veist, ég veit það ekki. Black Friday í Elko, eitthvað sluðis, dag eftir dag. Það erfitt að fara í smára liðina. En þetta nú bara vinnan okkar. Já. Er það ekki? Jú, ég held að maður labba ekki alveg, maður labbar ekki inn í einhvern veginn með svona, skilur, þetta bara, einhvern veginn, ég veit það ekki. Ef þetta væri leiðinlegt að gera, þá væri við þessu, skilur. Þetta væri ofsalega erfitt fyrir okkur, að þú veist, að þó þetta sé smilspakkið, þá þetta, kannski ekki svo erfitt að gera því að þú veist, það ég held að við bara skiljum hvað við erum að gera og þá hluturinn ekki erfiður í þeim skilningi en jú, vissulega reynir á. Þetta sé ekki að því þetta svo stór og mikil sýning og mikil texti og þið eru á sviðinu allan tíman. Þannig það sé ekki þannig að það klukkan orðið 5 og 2 tímar í sýningu. Að það sé eitthvað öðruvísi núna heldur en bara við að vera að fara að sýna Línu langsokk. Jú. Okay. Ég var að reyna að koma að því. Já. Jú, maður svona... En ekkit endilega á, ég er sammála Atla, ekki endilega á svona, neikvæðan þunganhátt, skilur. Það meira ef maður einhvern veginn, ekki að tengja eða líður illa eða einhvern veginn leiðist bara hreinlega, skilur. Sýningin vond. Sýningin vond, það alls ekki það sem í gangi hér, þannig að... Nú fáið sem segja það að hún sé vond, sýning. Það sjaldan sem að maður sé sýningu borna eins miklu lofi. Það er mjög gaman að fólk sé að taka Grikkjónum svona vel. En við rættum það nú alveg við Úa að við erum ekki stressaðar fyrir þessa sýningu, en maður þarf vissulega bara svona kanna líkamann og næra sig vel og sofa og svona þegar maður veit að það er svona betra að vera á tánum. Ekki gott að mæta haltur. Nei, eða kannski bara næring og lítið sofin er verst. Ef maður illa nærður og illa sofin. Ef maður haltur, þá hverfur það einhvern veginn leið og það hverfur, já. Ég nefndi að vera haltur af því ég býst við að þið séu kannski flest höld eftir þetta. Af því að þið eru að ganga á ansi erfiðu yfirborðið þarna. Eru þið ekki að skera ykkur á þessu gifsi þarna? Mér finnst ótrúlegt hvað við höfum ekki meitt okkur neitt svona stórvægilega. Alvarlega. Já. Nei, maður, í rauninni, svona, það kemur maður fram hjá mér alltaf eftir sýningu, en ég finn ekkert fyrir því á sviðinu. Það er bara leið ég slaka þá svona sé ég nýja marbletti, en það er ekkert eitthvað sem hefur áhrif á, ég finn fyrir á sviðinu, Ekkert sem að myndi kvarta við ballerínu til dæmis. Nei, ég myndi ekki kvarta við ballerínu, nei. Það er að metið í sárum fótum. Í meittum fótum. Herðu, en þetta er svona hluti af þessu, hvað þetta er svona stórt og mikið. Það er svo er eitt að þau eru á sviðinu allan tíman, eða ekki á sviðinu, þau eru meðal áhorfenda. Hvað er þú lengi svona utan? Allan tíman sem að þær tvær tala. Sem eru hvað, svona 50 mínútur. Þá sitjum við hinn 3 í sætunum okkar og fylgjast með. Það er lengsti tíminn. Já. Og hvað er þetta að gera þá? Þá er ég bara að dásta samleikunum mínum, reyna að læra eitthvað í leiklist, Nei, ég meina, þetta er bara hluti af sýningunni og við erum þarna til þess að, horfa og styðja og ég meina, og erum áfram hluti af leikhópnum þó við séum ekki aktív þannig við 3, og áhorfandinn
fylgist með okkur þegar þær tala okkur, af því að þær eru allan tíman að tala þessar 3 persónur sem að við hinn erum að leika. Þannig að það gengur ekki að dotta. Nei, ég sá aftan á hnakkana þegar ég sá Hilmi, sem að getur ekki verið með okkur núna því að hann var lítið barn og sem að var vakandi í nótt og hann var að vera klár fyrir sýningunni í kvöld. Og hann var að hlusta allar tíma, sá ég. Já. Og rifjaðist upp að ég hafði séð viðtal við Michael Caine, sem að var að tala kvikmyndaleik. Það sem var lykilatriðið að hvernig þú bregst við þegar hinn að tala. Já, það er auðvitað. Þú verður að láta eins og það eru aldrei heyrt til áður. Já. Og ég var að horfði á Hilmi Snær og var að velta fyrir hvort það ekki það var náttúrulega rosalúr klettur þarna sem hann satt. Já, hann er geggjaður. Blóðugur. En það er auðvitað þannig, þú veist, það er... Já, hlustunin. Þess vegna fer maður í háskóla að leika. Já. Haldið það að komist upp? Ef þú ert ekki að hlusta? Já, það finnst. Það svitast bara. Það er bara... Já, bæði svo sem er að horfa og líka svo sem er að leika á móti þér. Maður finnur alveg... Það er alltaf öðruvísi bara líkamlega og respons frá þér ef þú ert ekki inn í aðstæðunum. Þið eru ekkert að fylgjast með þeim þess að þið sita þegar þið eru 2 að tala saman? Ég myndi segja það. Við notum þau mjög mikið í okkar samtali. Já, mjög mikið. Við fylgjumst raun og veru með öllum í rýminu, skilur við. Bara öllum áhrifendur líka. Óhjákvæmilega, þetta er svo lítið rými og áhorfendurnir eru nálægt og ég meina að þetta auðvitað leikhúsið er þannig að sagan hún gerist á milli leikarana og áhorfendana og þetta er sameiginleg upplifun allra í rýminu þannig að við erum mjög mikið myndi ég að segja í þessari sýningu að tengja við áhorfendur og við sjáum hvítuna í augunum á þeim öllum sko. Og þetta er svona sagan okkar. Já, ég meina auðvitað. Út af því þetta sett upp. Það er líklega hugmyndir á bakvið þetta sem sett upp. Þetta er sem saga sem að skiptir okkur máli og fyllt okkur. Ég heldur betur. Við erum að glíma við ennþá. En að gerast og þetta er einmitt saga, allra saga og sagna og einmitt. Dramað verður til þarna bara hjá þessum höfundi fyrir 2500 árum og við erum bara að segja þessu sögu aftur og aftur í mismunandi formum. Já, ég horfði svona svolítið áhorfendur sem ég reyndi að gera líka þegar allir snúa fram sko. Þannig að horfa þessu áhorfendur. Það snúaði við og svona. Þegar ég gerir það stundum. Já, gott. Mér finnst það að því ég kem hingað og mér finnst að ég sé hlutverki áhorfenda hérna. Já. Að ég verði að hafa eitthvað tilfinningu fyrir hvernig þeir upplifðu þetta. Auðvitað, ég meina það er auðvitað galdrið við þetta. Að vera saman í rými, í sal með fólki. Þetta er eins og ferð tónleika líka. Ég meina það kemur og streymir einhver músík og svo ertu að upplifa hana með öllum sem eru í rýminu. Það er þetta, galdru við leikhús, annars væri bara alltaf allir heima þegar sem eru að horfa á Netflix. Herðu, en það var rosalega mikið talað um þetta áður en að sýningi var sett upp og hann væri löng. Já. Og maður fannst að vera að byrja, hvað er þetta ekki aðeins svona overkill á því einhvern veginn? Ég held að varst þú ekki í fréttunum bara fyrir frumsýningu? Já. Spurði hvað þetta var löng, þú varst í bakgrunni að reyna að læra textan á þetta byrjaði. Nei, ég var líka í þessari frétt og ég sagði hérna, já, það var spurt lengdin en það var orðið eins og ykkur þjóðsaga át götum Reykjavíkur. Hérna, þú veist, ég benti á það að væri 2 hlé og fólk geti bara einfaldlega farið og í öðru hlénu ef þið leiddist, af því að það má líka. Það var líka 2 hlé í Gone with the Wind. Já. Ef þið hafið séð hana, þið eru kannski unga þess. Ég sá hana bara, þú veist, án hlýja, ekki í bíó. 2 hlýja? Já. 2 hlýja held ég. Já, einmitt. Ég sá hana á Egilsstöðum og hún brann yfir kvikmyndavélin, þannig að það kveiknaði alltaf í filmunni. Jesus. Og svo í 4. hlýjanu þá var komið taflborð frammi meðan að vera að kæla vélina. Já, vel gert. Þannig fólk hefur látið ýmislegt yfir sig ganga, samt lengd af listaverkum. Var það þess virði? Nei, mér fannst það ekki. Ég var kornungur, ég held ég að vera 12 ára sko. Ég veit ekki hvort það sé bara að það er nú ekki kannski, við setjum ekki upp mikið af löngum leikverkum hérna allavega í stofnarleikhúsunum. Það er kannski meira í sjálfstæðusinni þar sem er svona verið að einhver tilrauna mennska en ég er alveg sammála. Það var rosa mikið rætt lengdin á þessari sýningu og í rauninni og bara áhugavert af hverju það er svona mikið mál. Já. Því ég held að þeir sem að tölum það hafa ekki séð hana vegna þess að svona, ef það er sögumennska sem að dregur mann í gegnum leikrit þá er maður dregið mjög
blíðlega í gegnum þetta verk. Já, þú veist, einmitt. Þetta er þetta ekki spurningum að treysta sögumenninum einhvern veginn og ef maður treystir honum að þá hverfur tíminn bara. Og maður vill raunverulega meira, þetta svona, ég meina margir talað þetta sem hafa farið á hringin eftir Wagner, að bara þegar þetta búið, að þá maður svo svektur, sko. Maður til í eiginlega, sko, ekki hægt að skjóta inn svona allavega 5 klukkutíma viðbótin. Já, ég meina, ef hluturinn góður, sko. Ég meina, þetta óbærilegt að sitja í ólangan tíma yfir einhverju sem leðilegt, sko. En það alltaf, markmiði held ég höfundar og leikstjóra í þessu og þetta okkar að gera þetta aðgengilegt fólki og þetta efni sem vissulega þungt og ég meina ef þú tekur bara Grikkinu upp alveg hráa eins og þeir eru skrifaðir í fornöld þá erfitt og miklu lengra fyrir nútímamanninu að horfa á. Þannig að ég meina, sýningin aðgengileg, ég hef ekki hitt neitt ennþá sem hefur komið út bara með spurningamerki í augu og sagt hvað þetta. Nei, einmitt. Man kannski misjast hvað fólk segir og hvað þetta það. Nei, eða hvað. Fyrir þá sem ekki vita, þá þetta konu sem að drepa mannin sinna því hann drap dóttur þeirra og síðan það sonur þeirra sem að drepur mannin. Konuna og friðil hennar. Já, þetta nú bara beint saga úr hversdagsleikanum. En af hverju á þessi saga þetta í okkur? Stórti spurt. Þegar þið kom til tals að þið væru hluti að þessu og það veltið ekki fyrir ykkur hvað? Ekki þið bara hóra, nei, hann tækifæri. Þið lótið að velta fyrir ykkur, hvað þetta eiginlega? En yfirleitt verður það samtal þegar hópurinn hittist og þú hittir leikstjóran og ferð að heyra hans sýn og maður yfirleitt ekki sjálfur sem leikar eitthvað ákveða hvað stefnu tekin heima hjá sér þegar maður fær hlutverki, sko. En mér fannst það bara að hafa orðið til í rýminu og Benedikt var mjög skýr á hvert hann vildi fara með þetta verkefni og var vel undirbúinn og En hvað það? Af hverju verið að setja þetta upp núna? Af hverju ekki? Þetta klassískt verk, þetta verk sem hefur lifað í 2500 ár og þannig erum við að takast á við réttarkerfið og siðferðislega spurningar hefnd og ofbeldi og réttlæti og hvernig við kannski notum eitthvað af þessum góðu orðum, réttlæti og réttlæti kannski næri við það til þess að ná einhverju fram, skilur við, það ennþá verið að fremja voðaverk í nafni réttlætis, en það réttlæti? Þetta hugmyndafræðilega, ég ekki með svarið við þessu, en ég get alveg velt upp að það eitthvað þarna sem við erum líka bara að mæta í dag. Bara af hverju eru að ráðast á hvort annað og í nafni hvers. Það náttúrulega fólk sem að fremur voðaverk af því að getur gert það. Já, svo það annar handleikur. Might is right, eins og sagt núna í Ameríku. Já. Allavega, það byrjar þar. Já. Svo byrjar sem fórnarlamb þess að tekin í gíslingu. Svo má líka alveg skala þetta niður, þetta þetta valdastétt þarna sem að byrtist, sko, þú veist, en svo þetta líka bara fjölskyldssaga, sko, skilur, og það þetta gerast bara í einhverjum heimahúsum á hverjum degi, þú veist, ég segi ekki út allan bæ, við fylgjumst með því í fréttum, þú veist, það voðaverk framinn og þú veist, það ekki bara hjá valdastéttin eða meðal þjóða, þú veist, þannig að þetta speglar líka bara hluti sem í gangi og við fylgsjáum í fréttum, sko, eitthvað innanlands. Þá getur það verið kynslóðasaga? Heldur betur. Ég velti fyrir mér þegar í öðrum þættinum, þegar þið eru ábyrjandi, að ásæði, að ættir ekki vera aðeins yngri. Leikararnir eða bara hvernig þið leiku, sko, til þess að draga fram, og ég veit ekki af hverju ég var að hugsa það, kannski ég var bara að hugsa ekki Cohen sem segir Abraham og Ísak að þessi verið að fórna einni kynslóð fyrir aðra. Að það þú veist, einhver leit það þarna inni. Það kannski ekki aðalatrið, en ég var að velta fyrir mig býtu, akkur fóruð ekki lengra í það að sýna þetta afgerandi þetta sé önnur kynslóð? Já, við værum, ok.
Það er bara að tala skrúa niður. Já, ég kannski, ég meina, þú veist, bara eitthvað í orðfærinu. Ég er ekki að segja að ætti að gera það. Ég held að ég geti svaraði bara, þú veist, þetta er alveg áhugavert sem þú segja og alveg svona, þú veist, þetta er val, sko. Leikstjórinn okkar, Benedikt, hann einhvern veginn, ég upplifið hann þannig að hann leitast alltaf við það sjálfur og með sínum leikurum að komast sem næst sannleikanum, þannig að þú veist, það sem leikarinn segir sé ekki falskt, skilur hvað ég meina? Og það er að ég held að það hafi aldrei komið til greina að hans hálfu að Ásthildur og Ebba fari að leika einhver unglinga eða börn, skilur að því að þá væri það ekki satt, skilur hvað ég menna. Þeir eru að leika eiginlega Hamlet þannig en í miðri sýningu. Já, ég menna þetta er alltaf vesið með Hamlet. Á undan Hamlet. Þetta er alltaf vesið með Hamlet, sko. Það er ekkert vesið með Hamlet, sko. Það er svo ungur, sko. Já, en ástæðan er svo, sko, ástæðan, þú veist, vesinni með Hamlet er það að það er alltaf einhverjir 50 kallleikara sem að segja bara sem eiga svaka karriér, skilur, sem segja nú verð ég að fá að leika Hamlet, við séum þetta bara að Bretar eru svo sýktir að þessu, sko, að þú veist það er, sko, hversu falskt er það að sjá einhvern, sko, mínum aldrei þykjast vera unglingur, sko. Þú færði eiginlega að leika Hamlet, eða? Já, ég hafði ekki hugsað það. Þetta fatta hann. Þetta er eiginlega, þú ert í 50 mínútur. Það velta fyrir hvort þau eru að drepa hefnaföðuðis. Já, ég man við rættum þetta á æfingaferlunni, en þetta er einmitt sama með líka, að því nú er ég líka að leika strák, að þetta verður bara að vera satt og þetta verður að vera satt fyrir mig, þannig að ég einhvern veginn er bara að reyna að finna sannleikan fyrir mig í augnablikinu frekar heldur en jú, í rauninni, já, þessar sögur kallast á, það er alveg rétt. Og Þú verður svolítið yngri með því að vera kona líka stráka, ekki? Já, hvað heldur það sé? Ég veit ekki, ég heyrði þetta, þú segir þetta núna, þá fattaði allir, ég gleymdi að hugsa þetta, hvort það skiptir máli, hvort að þú sett kona líka strák. Það talaði áður en sýningi var, svo en í sýningunni skiptir þetta engu máli, ekki nokkru máli. Er það? Nei. Verður hún yngri finnst þér af því að hún er kona líka? Með kvennorku. Segjum að við færum í leiklistarskólan og tækjum eitthvað svona ungan bokka og letum hann leika þetta. Þá væri svona meiri, þá væri þetta aðeins meiri karl ef við verum að horfa á hana sem konu. Af því að þú færði ekki að hafa hana svona, hvernig varst þú þegar þú varst á þessum aldri? Hefur ekki verið fínn Hamlet? Jú, örglega, sko. Karlmennskulegri orku á sviðinu og það er snjallar að láta konuleikan. Já, það er mjög áhugaverð ákvörðun og mér finnst hún bara að takast vel. Veltur þið fyrir þér eitthvað? Að það væri leika strák? Fyrst þá, en ég svo sem spurði hann ekkert út í það. Ég hefði nú bara átt að spyrja Benedikt út í það. Ég man að Nína spurði einhvern tímann á einhverja æfingaferli og ég bara, man ekki hver hann svaraði. Ég man ekki að þessi spurning hafi komið upp fyrir en eftir frumsýningu. Sagði ekki, var ekki inn að spyrja eitthvað af hverju? Ég man svarið. Ég segi svarið. Ég tók því alltaf þannig að hann var bara, ég vildi bara að Ebba myndi leika þetta. En svo hefur umræðin komin sko, það kom á umræðusýningunni. En það hefur ekkert þvælst fyrir mér eitthvað að flytja þetta, að vera eitthvað að leika einhvern strák. Hann sló það eiginlega út af borðinu strax að ég ætti eitthvað að vera að reyna að sækja einhver aðra orka en væri bara nú þegar til staðar hjá mér, sko. Þannig að, nei, ég hef ekki mikið hugsað út í það. En hvað, er þetta svona leikstjóri sem enginn þorður að spyrja, eða? Jú, þessi spurning kom eitthvað, ég man að hann svaraði, sko, ég man alveg svarið, sko, þú manst að, jafnvel og ég. Já, ég man það líka. Já, hann vildi bara að ég myndi leika þetta. Af því að þú ert góð leikona. Já. Hann sagði það. Já, bara, já. Já, það var þess þetta, ég held alltaf að hann væri þannig leikstjóri að enginn spyrði hann neitt. Jú, við getum alveg spurt hann. Nei, leikillinn auðvitað er að spyrja sem mest, sko. Já, til að maður skilji hlutin. Ég er allavega þannig, ég spyr og spyr þangað til ég skil, ég verð að skilja annars er ég ekki í hlustun, annars get ekki verið í hlustun, ég verð einhvern veginn. En þetta er áhugavert, sko, að því að þú veist, fyrir okkur var þetta ekki spurning, sko, af hverju er Ebba að leika. Nei, það var bara enginn að velta því fyrir sér. Það var enginn að velta því fyrir sér. Kannski er það út af, ég veit ekki, þú veist, kannski erum við bara
þú veist, endurspegla það okkar tíðaranda, þú veist, okkur bara sama hvers kyns fólk eða hvers kyns. Það var einhvern veginn engin, það var ekki áherslu svona punktur hjá okkur að pæli því. Það nú munur á kynjónum hjá Hilmi og Nínu. Já. Þau eru augljóslega leika kall og konu. Já, en þar auðvitað, þú veist, og þetta alveg frá, þú veist, menn hafa velt þessu fyrir sér frá því að þetta var fyrst sýnt fyrir 2500 ára vegna þess að þú veist, það ákveðin svona kynusli í gangi þar, ég meina, þú veist, þeirra kynja svona hlutverk kynjana raun og veru svona snúast við svolítið hjá þeim þegar hann kemur heim eftir 10 ár í stríði og og hún bara búin að taka yfir sko, þú veist borgríkið og höllina og hún komin með annan mann upp á arminn og hún komin í buxurnar í þeirra sambandi og hann fær ekki röndureist, skilur við. Þú getur fundið amerísk leikrit fyrir eftirstríðsárunum sem þetta. Já, þú veist, þannig að þú veist, þarna hefur höfundur kallarnir komu úr stríðinu og konunar höfðu reikið samfélagið. Ég meina hárrétt, og því að það sem gerist að verður stríð. Já, og manni finnst sko þú veist þarna leggur höfundurinn fyrir 2500 árum þetta inn og menn ennþá að velta þessu fyrir sér sko, þú veist þessu kynjamáli sko og já, mér finnst það bara mjög áhugavert sko og þarna klárlega Klítemnestra, hún búin að taka sér eitthvað hlutverk sem að konan á kannski ekki gera og og hann vafinn inn í klæði og settur í bað og síðan hokkinn í spað sko. Já, þannig það. Herðu, það að því að af hverju við setjum upp og svona, það eru í þessu svona tilvísanir í samtíman. Ekki? Jú. Það eitthvað bara orðfæri og einhvern tímann það bara nefnt, eða ekki? Það mjög fínlegt svona. Verið það svona bara hnipp í mann að þetta sé sett upp í dag. Það ekki, það mjög snirtilega gert einhvern veginn. Það ofinn í textan alveg frá upphafi til enda. Já, en það aldrei þannig að sé einhvern veginn. Þið ekki hendi í andliti á manni. Það bara eins og allir segir, það svona ofið inn í bara. Það engin gemsar á sviðinu og engin iPhone. Það bara, þetta mjög svona náttúrulega einhvern veginn sett saman sko, við gamla textan. Og textin að sumu, hann bæði gamall og nýr. Já. Já, ég myndi frekar segja að hann sé svona bæði nútímalegur og klassískur í hugsun og þarna blandað saman svona götumáli og síðan mjög ljóðrænu máli og skáldlegu. Þannig að frekar heldur gamall og nýr. Þetta nýr texti og þetta nýr texti eftir Benedikt Andrews, þetta ekki aðlögun eða leikgerð, þú veist. Og mjög vel þýttur býst ég við. Já. Þið vita það, þið verður að fara með þetta. Jú. Fylgist oft með leikur, þú veist hversu vel bara textin rennur og sömuleitt þetta bara sérfag að láta texta renna. Í Ameríku skriftdóttora sem að vinna við þetta. En þessi texti, þetta ekki bara frábær text að fara með? Frábær að fara með. Og við vorum með frábæran dramatúrg líka, Anna Melkorku Gunnborgu Rænasdóttir, ung og svakalega efnileg sem að aðstoða þeir líka ef að það voru einhverjir hnökrar þannig að það var líka unni í textanum og bara fyrir okkur að því það var náttúrulega klippt og límt eftir við byrjuðum að æfa sko. Þannig að það mjög mikil vinna góð þýðing og vel hann flæðir vel þessi texti og það oft með góðan texta, það einhvern veginn auðveldara munan. Já, svona eðlilega að segja hann. Já, og bara þá örugglega hugsunin í rauninni skrifin bara einhvern veginn leiða mann áfram, sko. En síðan í þessu að því að svona tilvísanir í samtíman og síðan svona alls konar svona, ég veit ekki hvað svona lítill leikurskaldur, hófstiltur. En svona, þú veist hvernig sagan sögð og hvernig skipta á milli og sviðsmyndin og þú veist það leikúsið í stuði. Já. Leikhús í stuði, þetta frábælega orðað. Þetta er bara svona fær maður, ég meina eins og maður sé horfa á góðan kokkskera eða hann gera vel, eða smíða. Það alveg hægt að horfa á þetta þannig bara. Það svona árandunum líður vel, hún líður örugum, hún líður eins og að sé verið að gera eitthvað svona. Samt maður að horfa á svona næstu, ég segi ekki svo akrobatík, eitthvað sem aðdánavert.
og maður dáist það. Já. Án þess að sé montið, sko. Einmitt, ég meina að þetta er rétt og þú kemur að auga þetta. Við erum búin að æfa okkur mikið í þessu. Nei, það er satt og ég meina, það er, já, ef við tölum sviðið, þá er þetta ósköp nakið svið og þetta er svona kallast á við þetta gríska útileikhús sem að fólk fór í gamla daga, þar sem að voru ekki ljós og ekki props og þannig að við erum að nálgast þetta svolítið svona leikhúsið svona í ráleika sínum, sko, einfaldlega. Svo með ljósið er náttúrulega mjög einföld notkun á ljósinu en sterk afgerandi og myrkur sem er ekki oft myrkur nota svona. Jú, sjálfsagt eitthvað. Nei, það er ekki oft. Það er þögn í tónlist, sko. Ég hef grínast með þetta að sé lengsta blackout leiksættisögunar. Hvað er það langt? Ég veit það ekki. Hvað ertu lengi með hennan texta? 5 mínútur eða eitthvað. Já. Þetta er alveg langt. Og þetta er alveg myrkur. Já. Það er mjög sjálfgeft víst. Það er alveg búið að... Það er eitthvað við, sko, tíman eins og þegar maður tristir, sko, sögumanni og bara fer þá er maður í einhverju augnabliki. Já. En maður er ekkert svo kláraði hvort þetta voru 5 mínútur eða 2 mínútur eða... Það er bara þannig. Nei, einmitt. En ég hins vegar, í samtali ykkar fór ég að hugsa, hvað er þetta búið að vera langt? Því mér fannst það svo furðulegt, sko. Já. Og ég hugsa, er ég búin að sitja hérna hlusta á að tala í klukkutíma. Fannst þér þetta langt? Nei, mér fannst það ekki. Þess að maður var að... Nei, ég bara hugsaði hvernig þetta hlýtur að hafa verið. Það hlýtur að vera bróðuparturinn úr öðrum gamla. Já. Það hlýtur að hafa verið svona 50 mínútur eða eitthvað. Eða hvað var þetta? Já, þetta er svona 50 klukkutími. Já, ég var að hugsa það þannig, sko. Því að mér fannst það bara svo ótrúlegt að maður getur sitið undir og hlustað hérna af svona athygli og gleymt sér. Og það bara líður bara. Já, ég tek undir þetta. Já, þú setur hann alveg líka. Masterclass í leiklist. Það er annað sem að mér fannst, ég er náttúrulega fróður í leikhúsið, mér fannst líka sko svona fjölbreytileiki í leikstíl. Mér fannst ekki svona eins og að vera svona samrænt göngulag font eitthvað. Þannig að þú átt svona sirpur sem eru svona mjög ég veit ekki, tjáningarík, líkamstjáning. Og það er svona, mér finnst það svona vera ýmislegt notað. Já. Þú veist, ekki svona eins og að sé verið að það er verið út úr þessu þá svona eins og fjölbreytileiki, að maður trúir því að maður sé að horfa inn í sko raunverulegan heim. Þetta er svona heildarlausn í leiklist. Þetta er heildarlausn í leiklist. Það með því að vera ekki Nei, það er rétt og við notum grímur og það eru svona mismunandi stílar, svo veist þannig, einmitt. Já. Á grímundar, já. Ofsalega leðilt að vera í sama stílnum í 4 tíma. Það er ekki alveg. Það væri við ekki alveg. Þá væri leikhúsið ekki í stuði, sko. Já. Á grímundar, það þá sjáist þið náttúrulega ekki. Nei, akkur er grímur? Nei, bara hvernig það er að vera inn í grímunni. Það er bara... Finnst það bara notalegt? Þægilegt. Já. Kósí. Rosa kósí. Hvað er það sem líka svartöðu hann? Já, hann hér James Earl Jones. Mér finnst það svolítið skemmtilegt að vera með... Þið náðu svolítið að hreyfa þér, sko. Það er næstu því. Þú er náttúrulega með skemmtilegsta grímuna. Já. Gary. Já. Hann er winner. Hann er svolítið skemmtilegur. Hann er bara svo frábær karakter, svipurinn á hann. Og mér finnst sko gríman kalla á hann að sé svolítið hókin. Já. Og svona, þannig að ég svona... Þú ert komið með algjör og líkamstöðu. Já, ég er að leyfa mér svona, ég veit ekki hversu langt ég má fara með það, sko. En hann er svolítið svona einhvern veginn, ég veit ekki hvort hann væri í mótuhjólagengi eða bara hvaðan hann kemur, sko. En gríman kallar á einhverja físík. Ég er mjög gaman að því. Þetta er eitthvað svona allt annað en maður er vanur að gera. Eitthvað svona skuggi yfir honum. Það sé hreyfist eiginlega ekkert nema bara rétt varirnar og það er misjátt þetta grímanum. Já, mín er til dæmis svolítið framalega, já, það voru svona sniðinnar á okkur en samt þarf að vera hægt að taka þær af og setja þær á og já, þær eru ekki alveg límdar að, sko. En þið eru fegin að vera laus við þær, eða ekki? Þið takkið af í lokin? Ég meina, það er alveg fínt, ég er þarna undir í 2 klukkutíma eða eitthvað, en... Já, er þetta ekki svolítið svona heitt þarna undir, eða? Þetta er svona furðu fínt bara. Ég er farin bara, elska þennan grímutíma. Ég og Gary saman og að því það er líka einhver svona
ég veit ekki, það er smá einhver vernd í grímunni, að það er eins og hún sé að stýra, þetta ekki, þannig að ég hef svolítið gaman að því, sko. En jú, það er alveg fínt að taka andadrátt þarna og losna við gríman er byrjað að segja þér hvað þú átt að gera. Það er svona hún kallar á eitthvað. Já, einmitt, það er rétt. Svo gott fyrir húðina líka, það verður svo... Já, svona móist. Rétt rakasti. Það sem að veitir ég að undanferði að búið svo þurft í Reykjavík að það er að byrja að skrælna upp. Já. Hérna... Þurft á sviðinu líka hjá okkur. Já, einmitt. Finnið fyrir því? Já. Já, hveiti og reki og... Já, við finnum fyrir því. Já. Þetta er ekki holt sýning. Nei. Þetta er ekki gott fyrir þá sem er með viðkvæmi eða með öndunarfæri fyrir astma. Allt í lagi 4 tíma. Ekki endilega þannig að, já, allt í lagi að koma á sýningu, sko. Þið þurfa að vera í þessu. Við erum búin að vera í þessu í marga mánuði. Kannski ekki gott fyrir astma manneskja að leika í sýningunni, en fólk sumir hafa komið grímu og það er bara allt í lagi. Svona COVID-grímu. Ég satt held ég 4 bekkjum upp. Ég var ekki varðið neitt að þessu. Nei, það er kannski fint að mig, það sitja þá bara aftar. Ég er frekar viðkvæmur, sko. Ég finn fyrir því að hvort það sé Suðuríks. Já, einmitt. Ég var ekki farið það. Heyrðu, eitt sem hann geti sagt þetta verk er að þetta er bara eins og Íslendingasóknir. Þetta er verið að fjalla hefndarskyldu og svo kemur sjónarmið í lokin sem að segir að hún gangi ekki. Það enda náttúrulega með að við erum að drepa okkur öll. Já. Og það er búið til eitthvað svona réttarfar. En það er samt sagt í þessu að það er ekki laust, sko. Eða hvað? Það er svolítið réttarfarið. Já, að leysa máli með öðrum hætti. Ég fór allavega út með það að mannskepna myndi bara halda fram. Einmitt. Þetta er önnur svona stór spurning. Ég meina, þetta er skrifað fyrir 2500 árum. Svona grunnurinn að þessu og við erum ennþá á sama stað í dag þó að vissulega hafi eitthvað breyst. Er manneskjan ekki bara alltaf eins, hún reynir að finna einhvern veginn sína leiðir. Já, einhvers staðar hlýtur þetta byggja á einhverju sem er bara í kjarnanum á okkur og svo reynum við að búa til eitthvað kerfi í kringum það og ef að það kerfi virkar ekki þá reynum við að breyta þið. Já, ég sé þetta bara akkurat svona, það er framan einhver glæpur og fólk tekst á það hvort að hvernig á að taka á því og það er eitthvað til sem heitir lög og lögin er auðvitað bara eitthvað sem endurspeglar alltaf samfélagið á hverjum tíma og það er verið að breyta þeim alltaf, er það ekki? Rótt sem þetta með lög sem fyrir lástöðlunar að hlýða eftir því en þau bindi ekki hástöðluna. Já, ég meina, ok. Það er ekki sagt. Jú, örgulega. Trump segir þetta í dag, hann segir að ég er ekki bundur alþjóðlögum, ég er bara bundur að einu samvinsku. Þetta er bara klassíst yfirstjættarsetning. Gæti verið í leikritur ykkur. Það er áhugavert að skoða örlög orustessar út frá þessu, sko. Ég meina, akkurat. En þetta er einn af þessum hlutum þetta sem áhorfundin á að labba út með og velta fyrir sér, Það er bara ábyrgð einstaklingsins og hver eru sanngjörn og örlög fyrir orustess, sko, eftir að hafa tekið lögin í sínar eigin hendur og í nafni réttlætis og ég meina sýningun er ekki endilega ætlað að svara því nema þá kannski að bara eins og leikrit í sjálfu sér bara að þegar það stígur fram einhver hópur sem heitir refsivættir og við getum kallað það bara alls konar nöfnum eru þær er þeirra hlutverk að ætla að dæma fólk fyrir gjörðir eða hvað er sanngjarnt og hvað er réttlæti það er stóra spurning verksins ekki satt það er þetta sko Já, og ég meina þessi refsivættirna hafa byrst okkur í milljón myndum sko og þú talar Íslendingasögur það er bara það er Njála líka skilur öll inn í þessu og hún fjallar þessar spurningar en ég líka bara laust ég held að það sé líka bara einhvern veginn svona það er einhver endir skiluru ef að við værum að setja upp einhvers konar leiksýningu með einhverju laust þá væru ekki að skiluru af því þessi leiksýning er að fjalla efni
sem að við erum að glíma við í dag sem manneskjan mun alltaf glíma við af því þetta bara hlutaði að vera manneskja og það ekki laust við erum bara að reyna að vera til einhvern veginn. Já. Ég tók þetta vísa í Íslendingasögurnar af því að það var þetta svona eins og tímanlegur ás sem að það hendarskylda og svo það gengur ekki af því að enda með við drepum bara gott þannig að enda lust og þess vegna reynum að finna eitthvað kerfi í Íslendingasögunum það kristinn siður þarna kemur svona dómskerfi sem á að koma og það svona inn í sögunni þá það lausn á vandanum sem áður var en ég ekki að segja að leikriti sjálft sé að segja að það sé lausn með að þetta sé að það sem að drífur áfram atburðina alltaf þessi, til dæmis hefndarþorstinn eða þú getur kallað líka þol ekki að sitja undir óréttlætinu. Já. Við getum talað móðurina sem að getur ekki fyrirgefið barnsföður sínum að hafa myrt dóttur sína og kannski 80% áhorfendum okkar myndur segja að það var eðlilegt hjá henni að við erum með dæmi svona það sem óréttlætið berst snýst að þér það vægari dómar ef að við lítum svo á að það hafi verið réttlætanlegt ofbeldið. Já. Og þá erum við vægari dóma og eru þar alveg að samþykja gömlu hefndarskylduna. Þó svo að við ætlum að vera hér inni þar sem við ættum helst ekki að gera það að segja akkur ættum við að refsa þeim frekar sem að fremur hryllilegan verknað og við skiljum það ekki. Hvaða hrókir það að ef við teljum okkur skilja illvirkjan þá fær hann lægri refsingu? Það verið að útláta okkur? Það margt í þessu. Já, það náttúrulega bara það sem í þriðja þættinum. Það bara hafði einhver áhrif á því og hvernig var, varstu heilla geðsmönnum eða það verið að reyna kannski rauninni draga fleiri til ábyrgðar á einhvern hátt. Þetta veltir þessu upp, hvar línan og hvort það sé einhver lína og hver ákveður. En svo eru við inn í þessu, alveg sama hvert kerfið og kannski knýju við atburðirnir verða af að því að maðurinn kannski breytist ekki. Mér sýnist það ekki. Mér sýnist, voða lítið, nei. Ég held að þetta bara svona stóru spurningarna sem að við verðum alltaf að velta fyrir okkur. Ég held það. Ég held að þetta bara fylgir okkur manneskunni, Þetta bara, þetta erfitt, þú veist. Ef maður verður fyrir óréttlæti, ef maður skilur þetta hlutaði að vera manneskja að upplifa reiði og hún drífur því áfram og hvar á það að stoppa, þú veist, þetta risa spurningar. Þetta bara, þannig að ég held að þetta mun alltaf fylgja okkur, að hafa þörf fyrir að kafa ofan í þetta, skuggana okkar, En ef þetta svona leið sögunar í þessu, þá getum við líka haft spurningu í lokin sem að segja það, en það ekki samt þannig að ef við erum með samfélag sem að ýtir undir að skárra í okkur mannskepnunni, en ýtir ekki undir reiðin okkar og hatrið okkar og flera, þá getum við mögulega orðið betri en ef að samfélagið ýtir undir hefnigilni, reiði, ákafa, ofstoppa, þetta alltaf spurningar sem við ættum að vera velta okkur fyrir núna, þar sem bara eiginlega bara ómennskan að flæði yfir okkur. Jú, ég meina verkið svarar þessu. Samfélagi stýður okkur ekki. Verkið svarar þessu. Já. Bara í blálogin, það alveg klárt mál. Áhorfendur ávarpaðir. Já. Varst þú búin að mynda það skoðun? Hvað í lokverksins? Verkið. Ef þú hefðir átt að kjósa hérna í réttarhaldunum? Nei, ég glataður í þessu. Já. Þú ert ekkert glataður. Nei, í því að dæma. Ég rosalega ánægður með dæmið, ef við ekki að dæmið þegar við dæmdu verða. Og það er ekki mitt hlutverk að fyrirgefa þér, þú eru bara að biðja fyrirgefningu frá Guði og þá ég laus við það. Já. Ég Martin Luther segir það að við verum að hafa bæði lögmálið og fagnaðarerindið, en svo segir hann, en við skulum ekki ráða fagnaðarerindið sem lögreglustjóra, af því hann fyrirgefur öllum. Já. Og ég segi að þess vegna ætla ég ekki að vera lögreglustjóri. Þess vegna ætla ég að þykist vera veikur þegar ég er settur í kvitdóminn. Ég get ekki. Það er mikil hvati hjá okkur núna að vera, við höfum helst að labbin í fangilsin og kolfa okkur yfir brotamennina og hella okkur yfir og ég bara get það ekki. Ég skil ekki þessu kröfu, Akkur ég hata fólk.
Bara... Nei, ég skil það ekki heldur. Nei, það drífur ekkert gott áfram allavega. Nei, en það svolítið svona stemmingi núna að svo sem að fremur ódæðið yfirleitt illur maður. Við erum frekar þar heldur núna heldur en að við erum öll breysk og við getum öll gert eitthvað, við erum ekki þar. Nei, þannig við erum svolítið núna samfélagið þar sem að refsirættirnar eiga bara að fá að elta ódæðismenn uppi. Já, við erum með svoleiðis bara frík sem að stjórna Bandaríkjunum. Já, líka bara, ég meina refsirættirnar eru náttúrulega yfir okkur alla daga á samfélagsmiðlum og herja á okkur þar, sko, akkurat í því sem þú ert að segja, útrópa eitthvað fólk fyrir eitthvað sem það gerði og svo frá því, sko. Stundum, sko. En stundum erum við líka að horfa á viðbröð fólks sem að lítur á viðbröð annara sem einhverja refsingu, sko. Ef þú hlærið ekki að brandarinn mínum, þá settu einhvern veginn að ofsækja mig. Við erum líka þar, sko, að þetta fólk gengur bara með taugakerfið utan á sér, sko, og vill bara fá linnulausa viðurkenningu og ef að ég segi bara góði þegar, þá það bara stórkostlegir bara að vera líka því við bara útskúin. Já. Það ekki? Jú, þetta greinlega fer bara í hring. Talandi verkið, sko. En verkið að fjalla þetta? Dómhörku í samfélaginu? Já, klárlega. Ég meina, mér finnst við bara hafa verið að ræða ýmist verkið eða samfélagi sem við lifum í núna síðustu 10 mínútur. Að þú spurðir akkur og hvort þetta ætti erindi í dag. Já, klárlega, ég meina. Algjörlega. Já, ég sem spyrill, ég spinn út frá verkinu og segi, kannski ég bara komin aðeins svo langt og þá fyrir ég aftur til þeirra sem að setja verkið. Verkið að fjalla þetta? Já, ég meina kórinn í verkinu sem eru gömlu kallarnir með grímurnar. Þeir eru þau gegna þessu hlutverki. Þeir eru eins og vindhanninn sem að skiptir skoðun á 5 mínútna fresti og og orða það sem að er verið að hugsa í bakherbergjum og göngum og svoleiðis og svo kemur einhver stór persóna og segir eitthvað og þá skiptir hún skoðun eða sem sagt gamlu kallarnir eða þá þú fer að andmæla henni eða klárlega það element er þarna í sýningunni mjög svona ábyrjandi, myndi ég að segja. Já. Á kórinn við okkur eða á þetta bara við síðmiðaldra kalla, tuðkalla? Nei, bara við erum svona bara raddirnar, bara manneskuna bara yfir höfuð. Og Twitter og allt þetta er svolítið svona, En í verkinu er vald og misnotkun valds og hvernig ofbeldi og fleira brýst fram þegar það er misvægi, ef það er misvægi milli kynja eða milli kynslóða og annað slíkt, eða ekki? Og stjætta, það er mjög sterkt. Heldur betur. Það er eiginlega svolítið eitur í samfélaginu inn í þessum heimi. Hvað meinar valdið? Valda þá milli kynjana, eða hvað? Jú, ég meina alls konar vald. Þú kemur náttúrulega inn sem herfang. Já. Hún kemur inn sem útlendingur. Já. Þannig það er líka þarna. Kynslóðir, kyn, útlendingar. Bara innan og utan borgveggjana. Já, klárlega. Já, ég meina þetta er skrifað inn í verkið og auðvitað ræddu við þetta allt saman á leiðinni. Þú ert að segja að þú þurftir að skilja svona það að taka þátt í svona umræðu hvað þetta er og hver eru átökin og svona. Hvaða máli skiptir það fyrir leikara áður en það fyrir inn á sviðin? Það skiptir mig miklu máli, skilur, ég einhvern veginn ég verð að skilja í hvaðan ég er að koma og hvert ég er að fara, skilur. Já, og bara, það er bara eitthvað, mér finnst kannski er ég bara þannig í lífinu líka, mér finnst gott að tala hlutina, skilur, þannig ég skilji, ég verð bara einhvern veginn, þar byrja ég, skilur.
Þannig að já, ég myndi segja að það skiptir mig miklu máli umræður og við séum allar sama stað og já. Mér langar bara að vita því að ég hef ekki leikið síðan að ég leik Jón Heggsson 12 ára. Nú, það er svaka árjáður 12 ára og líka myndin hana. Sko að því að það geti ímyndað sig að þú þarf að vita hvað persónan, hvað hann kemur og hvað hann gerir og akkur hann segja allt þetta. Ég er að velta fyrir mér, þarf þú gott verið því sem leikar líka að vita tilgangin, af hverju er verið að setja þetta upp, af hverju Jú. Já, er það út að meina það? Nei, ekkert bara. Já, ég velti alls konar fyrir mér. Það er svona alveg svolítið hvirfilbylur sem fer alltaf smá gegnum minn þegar ég er að gera eitthvað svona, skilur. Ég velti fyrir mér hvers vegna verðum að setja þetta upp. Ég velti fyrir mér hvers vegna ég sé leikkona. Ég velti fyrir mér af hverju ég sé að leika þetta hlutverk, af hverju, hvað þetta hlutverk þarf sem að ég hef. Þú veist, ég þarf, það er alls konar svona. Ég fer í gegnum svona... Rosalega vakna sem þú, bara hver er ég? Já, þú veist, ég veit ekki. Ég bara... Já, ég meina... Ég þarf að skilur og ég kannski fæ ekkert alltaf svörin sko en ég svona já, ég hef miklu þarf fyrir að velta hlutunum fyrir mér skilur já, það er alveg Já, mér líst vel á þetta ég sé stundum að ég nenni ekki fram til að berga heiminum af því að maður hafa eitthvað tilgang sko. Já, ég meina maður verður einhvern veginn Nei, maður getur ekki bara leiðið upp í rúmi maður verður að hafa tilgang Já, og líka þú veist, maður þarf líka bara Já, það er þannig en þú veist, maður þarf líka bara að þora að spyrja sig að því bara hvað, byrju nú við ok, stopp nú, hvað er ég að gera eða skilurðu, þú veist, ég veit það ekki ég held maður fyrir það Nei, mér finnst þetta er það sem að við segjum alltaf fyrir sýningar, nú förum við á björgum heiminum. Já. Hvað gerir það sem leikarar af því að ekki eru að þessu fyrir launin, eða? Við verum ekki að þessu fyrir launin. Nei. Svörum þessi ekki eins og sko. Nei. Það er bara þannig að við hendum mjög skýknum launum í leikarann okkar. Já. En þess þá heldur að spyrja sig þessar spurninga. Skilur þú? Já, ég myndi alveg segja það. Til þess að því að mæti vinnuna fyrir Já, bara þú veist Ef ég mæti ekki fyrir launin, ég til þess að þessu Já Kannski til að vera frægur, kannski til að slá í gegn Leikarar fara oft í það Já, mjög margir Er það? Já okay. Bara til að vera frægir? Já, fullt En lifir maður lengi í þessum bransa ef þú ert bara á því að keyra áfram og ætla að vera frægur? Þú þarft að hafa Ég held að sko eins og með hlustunina ég held að ef það er markmiðið þitt þá finnst það eins og ef þú ert ekki með hlustun þá finnst það ég held að hljóta að finnast ef þú ert bara einhvern veginn þá ertu bara á einhvern veginn uppi á okkur floti ég var að hugsa að þú þarft nú líka að hafa áhuga á fæinu það verður að, ég veit hvað? Já, ég skal ekki segja þið glotti báðir bara ég veit ekki hvað er að hugsa Ég mætti alltaf eftir manni sem var mikið í sjónvarpinu og sjónvarpsfrægð er svolítið rókjörn hún hverfur bara leið út farin á skjánum maður er búin að gleyma þér eftir allt ár Já. Og hann fór að vinna miklu betur launaða vinnu og svo var hann að sækja skyrtuna sínar í Arnarlög og kona sem afgreitt hann þekkti hann ekki og hann fekk áfall og fór aftur í sjónvarpið þannig það getur verið að vera séður og sjást það er bara skiptið máli þannig að ég er ekki að segja ykkur farið og verði leikari til þess að vera frægur en það bara skiptið máli Já, en það skiptir líka máli fyrir mann sjálfan að vita af hverju maður er að vinna við það Já, þá ertu með einhverja viðurkenningu þarf held ég þá er þetta eitthvað dýpra heldur en bara með hann skyrtumann það verður séður Elskið mig Sjáu þið ekki fyrir ykkur hvað þetta er mikið áfall fyrir manni sem allir hefur þekkt hann í 20 ár svo allt í henni þekktist hann ekki allt í henni var hann bara eins og hinnir En það verður engin Já, hann verður bara eitthvað aðeins að fara kannski fara til sálfræðings Ég segi þetta dugar ekki í langan harmleik þetta geti verið bara stutt svona Já, stuttmynd En það verður engin frægur að sviðsleik sko Nei Það er eins og segir, þú ert að vera sjónvarpinu Ég vitnaði í Michael Caine sem er svo skemmtilegur ég veit ekki séð viðtöluðan hann er svo skemmtilegur sögumæður hann sagðist ekki vilja vera í leikhúsi af því að það væri maður gæfi leikhúsinu allt og fengi eiginlega ekkert í staðinn en í kvikmyndaleik þá getur maður vel að henda einhverju drasli í listina en hún færi mjög vel með hann
En það sem að maður vill gera? Hendi ykkur drastli frá sér? Og sá svolítið út úr því og fá sér mest út í sjálfur? Ja, hann taldi að skipta miklu máli og sagði að ég verði til að vitni hann var eins og spurður að þessu að það gera svo mikið út úr peningum. Það var svona ég komst að því að þegar pabbi veiktist og dó ef ég hefði haft peninga þá hefði ég getið bergað líf hans. Þannig að það er svona margt. Flott í honum bara. Já, ég ætla að mynda að hugsa því, þú veist, að kannski smá krins það sem ég er að fara að segja, en þú veist, það er ekki kannski beint áþreifanlegt það sem þú fær tilbaka, en mér finnst þú fá fullt tilbaka í leikhúsi. Ég meina að sína þessa sýningu og það er bara hægt að mæla því bara að fyrsta lagi bara að fá að gera þetta með þessu fólki og eða það er kannski meira eitthvað andlegt sem þú fær tilbaka eða þú veist, í upplifun fólk sem þú kannski einmitt eins og Michael Caine, þú bjargar ekki veikum föðinu með peningunum sem færð, sko, en það er fyrir annað sem að fær, sko. En nú fær þessi sýning alveg frábæra móttökur og allir að tala um að góðan ennur sterk og góð og öflug og bara besta sýning sem ég hef séð í bara mörg ár og allt þetta. Hvaða máli skiptir það ykkur? Er fræðilegu möguleiki að þið séu að fara að setja upp eitthvað sem þið haldið að sé gott og svo kemur það í ljós að það er það ekki? Já, það gerist alveg. Já. Þú hefur alveg tilfinningu fyrir svona ferlinu, þú veist aldrei hvernig markaðurinn bregst við því sem að kemur út, sko. Markaðurinn er bara við áhorfendur? Já, í rauninni, en svo viltu heldur ekki vera að gera sýningu bara fyrir áhorfendur. Eða þá ertu bara farin að gera einhverja þú vilt það kannski ekki, það er bara ákveðin gerð af sýninga. Mér fannst einhvern veginn frá upphafi þessa ferlis að mér fannst það ekki vera hugsunin að einhvern veginn þetta ætti að seljast og það var ákveðið frelsi í því, fannst mér. Og svo er bara algjör gjöf að þetta selst. Já, þetta er náttúrulega ekki góð sýning fyrir gjaldkera Þjóðleikhússins, fáir áhorfendur. Já, samt þetta er bara þetta halar ekkert inn, sko. Nei, ég meina akkurat, en það á heldur ekki að vera hann er ekki bara hlutverk Þjóðleikhússins það ætti bara að vera til að fá að sýningar. Þetta væri bara út febrúar og svo búið. Já, við erum bara með skipulagt fram í fyrstu helginni í mars. Þá eru þið bara komin í önnur verk og eitthvað annað sem á að taka við bara í kassanum, sko. Já. Þannig að við getum fólk til þess að sjá þetta. Já. Er það þannig að það er svo auðvitað að segja að það verður allir að sjá þetta? Þetta er bara merkilegsta sem hefur gerst í íslensku listalífi í vetur. Þú veist, topp 5 eða eitthvað. Er eitthvað sem að, eitthvað sem ætti ekki að sjá þetta eða eitthvað? Sjáum við fyrir ykkur kæmi inn og horfið á þetta og segir, hvaða rugl er þetta? Ég bara velta þetta er ekki hæbra á leiksýning. Nei, ég meina það væri það bara, þetta er ekki fyrir börn, sko. Þú veist, það er eina sem ég dettur í hug. En ég held að það sé aðgengilegt fyrir hvert sem er, sko. Ég myndi líka að segja það. Skilur. Það er ekki, ég myndi ekki, skilur, ég hvet fólk til þess að fara þó að það sé efins, bara endilega, skilur. Já. Ekki einhvern veginn segja að þetta sé ekki fyrir einhvern hóp. Já, og líka fyrir fólk sem hefur bara til dæmis hefur slæma reynslu af klassík, myndi ég segja. Þú veist, einhver eins og Shakespeare eða bara, þú veist, fólk að tala á sviði, þú veist, eitthvað annað heldur en leikrið með söngum eða, þú veist, þannig. Eins og fólkinu slæma reynslu að því að vera að horfa á sýningu, það sem er ákveðin fjarlægð sem að líklega er komin að því að uppsetningin er einhvern veginn fer á hátíðlega með efnið eða eitthvað svoleiðis. Já, ég myndi segja við það fólk sem að bara, þú veist, telur sér vilja bara sýningar svona gamanleiki og latta sig og eitthvað svona, skilur. Það bara komið og sjáu eitthvað annað og þú munt ekki, þú veist, þér mun ekki leiðast, þú munt verða andlega nærður og fá eitthvað út úr þessu, skilur. Víka sjóndvöldarhengin og þetta er bara skemmtilegt, sko. Ég held að það sé að vera gott að það sem hlætti segja þetta. Já. Allavega, við langar með að fara aftur. Frábær sýning, ég fann það svolítið þegar ég var að koma hingað upp yfir að þetta er svolítið, ég hef alveg verið til að sljóta aftur. Já, fólk er að koma aftur. Já, kaupa sér annað. Fólk er að koma aftur. Við erum að sjá sömu andlitin. Jafnvel í þriðja sinn. Já, einmitt. Það er frábært. Takk fyrir að koma hingað. Ég beð heilsa hinum leikurunum, Atli, Ebba og
á Stöðl. Takk fyrir. Takk fyrir. Við erum hérna við rauðaborðið alltaf reyna að skilja hennar heim sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is